og velkomin í þennan fyrsta silfursþátt vetrarins. Það kosningavetur, þennan veturinn í borgar- og bæjarstjórnum í Suðurlandið og við ætlum að fjalla töluvert það í vetur og byrjum hérna í dag. Síðar í þættinu kemur til mín Inga Sæland, formaður Flokks fólksins, sem að bauð fram í alþingiskosningum og hyggst bjóða fram í borgarstjórn og eins víða og þau geta landið. En við byrjum hérna á vettvangi dagsins. Til mín eru komin Líf Magnúsdóttir, borgarfulltrúi Vinstri grænna, Guðmundur Rúnar Svansson, ráðgjafi, Björk Vilhelmsdóttir, fyrrverandi borgarfulltrúi Samfylkingarinnar og Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokks. Velkomin öll sömul. Takk. Það spennandi vetur í vændum, sérstaklega náttúrulega hjá ykkur tveimur, Líf og Kjartan. Prófkjör og uppstillingar væntanlega með haustinu og fram yfir á nýja árið og svo eru kosningar. Og kannanirnar eru byrjaðar. Sjálfstæðisflokkurinn var stærstur í nýjustu könnuninni fylgi flokkanna í borginni. Í könnun Fréttablaðsins núna í lok ágúst og þar mældust þið með 34,2% atkvæða. Vinstri græn eru næststærsti flokkurinn, það var tæplega 18% eða 17% að mig minnir og það náttúrulega töluverð aukning. Líf, hvernig líst þér á þetta og hyggst þú halda áfram? Já, til að svara því að það var náttúrulega nýmæli að Sjálfstæðisflokkurinn hættur að vera þessi risastóri flokkur sem hann hefur verið í fortíð og að við erum að sækja okkur veðrið og erum þannig næst stærst og ég vona bara svo þróun haldi áfram, en hins vegar þá er langt í kosningar, við höfum eftir að stilla upp á lista, eins með aðra flokka, þannig að getur ýmislegt gerst. Ég hef fulla trú á því að kjósendur eigi eftir að sjá verk okkar og að þeir vilja þessa félagshyggju stjórn sem að Vinstri græn tala fyrir. Þannig að ég er bara bjartsýn og ég hef fullan hug á því að gefa kost á mér og ég vil halda áfram að vinna þessum góðum verkum í borginni. Talar þessa félagshyggju stjórn, stefnið þið á það að vinna áfram þessir flokkar sem að vinna áfram saman, þessir flokkar sem að mynda núverandi meirihluta? Já, við Vinstri græn, við viljum vinna með félagshyggju fólki. Við viljum ekki vinna með fólki sem að elur og andúð gagnvart útlendingum, öðrum menningarheimum, þannig að þær línur eru mjög skýra hvað okkur varðar. Við setjum menntun og velferð í öndvegi og höfum ætíð talað fyrir því, þannig að línunar eru skýra hvað það varðar, en svo verðum við að sjá hvað kemur upp úr kössunum og hvaða flokka bjóða fram. Ég held að það sé mjög mikilvægt að sjá. Við vitum ekki hvernig Bjartri framtíð á eftir að vegna, við vitum ekki hvort að Viðreisn á eftir að koma inn. Svo talaðu í innganginn Flokk fólksins sem hefur dálítið daðra við þessa útlendingaandúð. Þannig að þetta verða spennandi kosningar og ég er bara spennt að sjá hvað kjósendur vilja. Já. Kjartan, Líf talaði þetta nýmæli að Sjálfstæðisflokkurinn réð ekki lögum og lofum lengur í borginni eins og hann gerði árum saman. Ertu sáttur við þessa niðurstöðu þessar könnunar eða heldur þið eigi meira inni? Já, ég held að hún gefa okkur byrjandi báða vangi. Minna á það að bara fyrir nokkrum misserum voru að mælast miklu lægri á tímabili kringum 25%, þannig að það er ekki smá munur á 25% og 34%. Ég held að sýni það bara að fólk í borginni, það er farið að hugsa sig og það vilja mjög margir breytingar. Það er alveg rétt sem Líf sagði að þessir svokölluðu félagslegi flokkar, þeir hafa ráðið núna nokkuð lengi í borginni, þeir hafa ráðið í rauninni frá 1994 fyrir utan eitt kjörtímabil og algjörlega frá 2010. En samt sjáum við að borgarstjórinn og þeir sem reka borgina eru með langt niður sig á mörgum sviðum. Þetta hafa langa upptalningu en bara því að Líf nefnir menntun og velferð, þá bara get ég ekki með nokkru móti séð að þessi flokkar hefur sett menntun og velferð í öndvegi á sínum valdatíma eins og hún heldur fram. Með hverjum ólíklegt með við þessar tölur þið geti náð hreinum meirihluta, ef við gefum okkur þetta komið einhvern veginn svona, allavega þessum anda upp úr kössunum, með hverju myndi þið helst vilja vinna í borgarstjórnum? Það verður bara komið ljós. Við í sjálfu sér erum tilbúin að vinna með hvaða flokki sem svo fremur sem álitin sé í lagi og það sýndist nú bara til hrunið þegar þá var Sjálfstæðisflokkurinn í meirihluta og kallaði hinna flokkana til svona víðtæks samstarf sem þeir urðu við flestir. Þannig að það hefur alveg sýnt sig að þegar að borgarmálarinn sveigir og við þurfum að koma einhverjum málum í lag eru með áskoranir, þá getum við
þá geta hvaða flokkar sem unnið saman. Þannig ég vil ekki útiloka neitt fyrirfram. Björk, sko þinn gamli flokkur, hann hefur verið í töluvörðum vandræðum allavega á landsvísu og hann missi töluvert fylgi miðað við þessa nýjustu könnun. Þó að Dagur hafi í gegnum tíðina allan haft töluvert svona persónu fylgi. Hvernig sér þú þetta spilast fyrir Samfylkinguna? Ég held að þetta eigi eftir að spilast nokkuð vel fyrir Samfylkinguna, svo ég tali nú sem samfylkingarkona. Bæði mikil eining bæði Dag og þá borgarfulltrúa sem núna eru fyrir Samfylkinguna. Það eru hins vegar átök held ég í öllum öðrum flokkum uppstillingu eða prófkjör og það sem framundan þannig að verða átök í öllum flokkum en ekki fyrir sér í Samfylkingunni. Og ég held að skoðanakannanir í dag hafa verið að lita svolítið af landsmálunum en eiga eftir að breytast þegar málefnin fara í umræðu. Þannig að ég held að það eftir að breytast og ég held líka að fólk eigi eftir að skoða Reykjavíkurborg sem hefur verið stýrt af félagshyggjuöflum í stórum hluta til síðastliðna áratugi eða eins og nágrannasveitarfélögin þar sem að Sjálfstæðisflokkurinn með hreinan meirihluta þar sem að það eru vissulega eitthvað lægri skattar en miklu hærri gjaldskrár á einmitt barnafólk sem að nýta þjónustuna og aldraða og það eru miklu hærri og ekkert verið að taka ábyrgð á velferðinni sér dæmi eða í húsnæðismálum þar sem verið að skipuleggja bara ákveðna svona þjóðfélagshópa út úr samfélaginu af því að það í skipulagi bara ákveðið að hafa til dæmis stýrt íbúðarhúsnæði. Þannig að ég held að þegar fólk sjáu það að það sé stefna Sjálfstæðisflokksins þar sem að hann með hreinan meirihluta að þá muni fólk velja frekar til vinstri. Þú hefur alveg fulla trú á þínum gamla flokki, menn hafa verið svona að velta því fyrir sér að mögulega muni Dagur og eitthvað fólk í kringum hann bara svona fara út úr Samfylkingunni sem náttúrulega hefur óneitanlega verið í miklum vandræðum og fara bara í sitt búa til eitthvað nýtt, sitt eigið, eitthvað jafnaðamanna flokk þarna í borginni. Hefur þú áhyggjur af því en þá frekari upplausn innan Samfylkingarinnar? Nei, Samfylkingin ekkert heilög hjá mér, held ég mörgum öðrum. Það sem að skipti mestu máli þessi hugmyndafræði félagshyggju og jöfnuð. Þar sem að við tökum tillit til einmitt ólíkra einstaklinga, núna búum við í mjög stéttskiptu samfélagi og þar sem að verið að útiloka ákveðna hópa frá þáttöku. Fátækt fólk kemst ekki inn á húsnæðismarkaðinn. Reykjavíkurborg það sveitafélag sem að langbest að axla þá ábyrgð að byggja upp húsnæði með verkalýðshreyfingunni, með stúdentum og með félagsbústöðum. Og til þess að gera fólki kleift einhvern veginn þá að koma inn á húsnæðismarkaðinn á einhvern hátt á meðan önnur sveitafélög skipulega koma þeim út úr. Þannig að ég held að þeir sem ætla að berjast fyrir því að við séum samfélag allra sem að bara vilja vera að þá skiptir ekki nafnið öllu máli. Þannig að ég hef ekkert einhvern veginn áhyggjur af því. Ég hef bara áhyggjur af því að þessu pólitík verði sem að taki tillit til fólksins í borginni. Samfylkingin hefur nú setið þess með sinni húsnæðisstefnu að ungt fólk og efnalítið sem gat áður keypt sér húsnæði í Reykjavík nokkuð auðveldlega, það nánast útilokað, talandi hátt húsnæðisverð. Það hefur stefna Samfylkingarinnar bara hafi spennt upp húsnæðisverð í Reykjavík og við ég að tala lóðaskort og lóðauppboð og þetta bara við getum séð hvernig þessu hefur verið hagað síðustu árin. Að lóðaverð alltaf hátt, það hækkar húsnæðisverðið, það hækkar sem fasteignaskattana á fólkið. Þetta einn allsherjar vítahringur, þannig ég myndi nú segja að ég alveg sammála því að húsnæðisverðið alltaf hátt á höfuðborgarsvæðinu. En það held ég nú einmitt að vinstri minni í Reykjavík beri mesta ábyrgð með húsnæðisstefnu sinni og ég held að þessi húsnæðismál verði nú eitt stærsta málið í kosningunum næsta vor. Við vorum til dæmis í borgarráði að samþykkja kaup á 24 íbúðum sem fara inn í félagslega rekna húsnæðiskerfið okkar og ég meina þær íbúðir einar og sér eru 50% af þeim íbúðum sem að Garðabær og Seltjarnarnes eru að bjóða inn í félagslega kerfið. Það eitt og sér. Allt tal það að við séum að allt niður okkur, það bara pólitískur áróður og ég held að kjósendur sjá í gegnum slíkt fúl. Gott og vel, við samþykkjum þessi kaup en við sjáum það að þetta eru leigubúðir á að gera þetta leiguleiðum. Stærstu hlutinn af því unga fólki sem er að koma út á markaði núna vill kaupa sér sína eigin íbúð því gert það nánast ókleift.
gott og vel, gott að kaupa ykkur leiguíbúðir. En þannig leysum við ekki húsnæðisvanda Reykvíkinga með því að gera alla leiguliði. En þetta er sem mjög mikil einföldun á mjög stóru máli. Til dæmis eru rúmlega 1000 íbúðir farnar af leigumarkaði í Airbnb. Við þurfum líka að sjá, við þurfum að bæta inn í félagslega húsnæðiskerfið líka til þess að létta leigumarkaðin. Þannig að við getum haft áhrif með því að byggja einmitt félagslegt húsnæði. Hingrum aðeins með húsnæðismálum, getur komið betur en þetta síðar. Guðmundur Rúnar, þú náttúrulega hefur ekki verið í borgarstjórn og ert ekki í borgarstjórn, en þú hefur verið virkur í pólitískri umræðu á internetinu og ert svona einn álitsgjafa þar. Takk. Duglegur við það. Hvað verður kosið? Eru þetta stærstu málin? Er það uppbygging íbúða? Það er óvíst, sko. Meina húsnæðismálin eru stórt mál og það er náttúrulega mér sýnist það nú að tölum það er meiri uppbygging á höfuðborgarsvæðinu heldur en kannski árlegu skortur, þannig að þetta lagast kannski á næstu árum en það verður ekki búið að lagast fyrir næstu kosningar. Svo er náttúrulega spurning Orkuveitan, hún er náttúrulega komin inn í dæmi núna, þetta húsnæði þar, hvort að þetta verður stórt kosningamál. Það skiptir auðvitað líka gríðarlegu máli hvernig raðast niður á list og það á líka mjög mikið eftir að gerast. Sem að tala um þessa skoðanakönnun sem var að birtast fyrir hálfum mánuði að ég myndi fyrst og fremst setja mikla fyrirvara við hana. Svarhlutfallið er mjög lágt, það flokkarnir er allir eftir að stilla upp og svo er líka spurning hvort það kom ekki fram í framboð. Það eru bæði, við vitum það er fólk sem hefur verið orðað við framboð, meina að Sigmundur Davíð Gunnlaugsson er orðað við það að fara í borgina sem var mjög forvitnilegt. Gísli Marteinn Baldursson, hann er alltaf að tjá sig borgarmál, hann hefur ennþá mikinn áhuga á þeim. Þannig að hann mun einhvern tímann fara fram aftur, spurning hvort það verður núna eða hvort það verður síðar. Það er enda mjög skemmtileg hugmynd að þeir félagarnir fari saman í borgarstjórn og myndi jafnvel meirihluta með fleirum. Og svo er þetta líka spurning með önnur ný framboð, hvort að Gunnar Smári Egilsson kemur, eins og sprengja inn í þetta, en það á mjög margt eftir að gerast. Við vitum heldur ekki, ég ger nú ráð fyrir því að Viðreisn fari fram. Við vitum ekki kannski í hvort fótinn þeir ætla að stíga, hvort að þeir ætla að vera Evrópusinnaðir vinir einkabílsins eða hvort að þeir ætla að vera hægri sinnaðir hjólreiðamenn og það og allt eftir að skýrast ennþá, þannig að við vitum þetta ekki. En þessi borgarstjórnarmál eru, að þú talar um það eftir að stilla upp á lista, þessi borgarstjórnarmál eru oft og bæjarstjórnarmálin, þetta eru oft svona persónupólitík, skiptir meira máli þarna akkúrat hvaða einstaklingar er að stýra heldur en jafnvel í landsmálunum, það sem er meira verið með að horfa á stefnuna heldur en þessari nærpólitík sem að... Algjörlega, og það skiptir gríðarlegu máli að þetta séu einstaklingar sem eru trúverðugir og við sáum það til dæmis í borgarstjórn Jón Gnarr náði miklu fylgi á sínum tíma með í rauninni engin stefnumál og eins núna ef það eru vandamál í gangi þá getur nýtt fólk átt gríðarlega mikil tækifæri, sérstaklega ef það verður fjölgun á borgarstjórnar fulltrúum upp í 20, 30, 31. Það er annað svona mjög forvitnilegt mál ef að þetta frumvarp verður samþykkt þar sem að menn hafa kost á því að fækka borgarfulltrúum aftur. Bara hafa töluna óbreytta, já. Já, eða hafa töluna óbreytta, eins og lögin í dag ættu þeir að verða allavega 23. Þetta myndi ég held að verði átakamál líka milli flokkana, hvað þeir vilja þetta og þeir að gera þetta kosningamáli líka. Býst þú við slagi í Vinstri grænum þetta oddvitasæti sem að þú skipar núna? Ég kann ekkert að spá það, enda eigum við eftir að halda aðalfundi í Reykjavíkurfélaginu og við eigum eftir að halda landsfund og þetta verður líklega ekki ákveðið fyrr en eftir landsfund sem að verður í byrjun október, en ég held að það skýrist bara. En þetta er oddvitasæti á Vinstri grænum er mögulegt borgarstjórnarefni. Já, og veistu það kannski gildir eins, ég held að það skiptir mestu máli að Vinstri grænir og ávallt reiðubúin til þess að leiða samstarf og jafnvel hafa forystu viðræður einmitt til vinstri, á vinstri vangnum og vinna með félagshyggju öflum eins og ég sagði. Við veirum okkur ekki við ábyrgð og við erum tilbúin til þess að taka hana. Hyggst þú gera kröfu borgarstjórnarstólinn ef að þessi meirihluti heldur velli? Það er alltaf snemmt að spá það. Skulum við sjá hvað kemur upp úr kjörkössunum. Kemur þess að happa og snemma. Það er nýmæli hjá Sjálfstæðisflokknum. Það verður haldið oddvitaprófkjör og svo verður restin af listanum raðað upp af einhverju nefnd. Þú ætlar í oddvitaprófkjör? Já, ég gef kost að mér áfram og ég gerir fastlega ráð fyrir því að fara í prófkjöri en það hefur ekki verið ákveðið endanlega hvort það verður, hvers konar prófkjör það verður. Og eru fleiri innan borgarstjórnarflokks Sjálfstæðisflokksins sem þú gerir ráð fyrir eða eru búin að gefa það út að þeir ætli í þetta prófkjör
Og svo náttúrulega hefur svona næstu því annað hver maður sem eitthvað tímann hefur stigið fæti inn í Valhöll og orðaði við þetta embætti. Já, þetta er stór og breiður flokkur og ég held að enginn hafi, sko, í okkar borgarstjórnarflokki hafi beinlínis gefið út yfirlýsinguna að hann ætli sér að gefa kosti á sér, en það eru ýmsir að skoða málið og svo eins og segið, það þarf auðvitað nýtt fólk í pólitíkina og ég býst við bara við að það verði hörð keppni þetta efsta sæti. Gamalt og nýtt í bland, það er besta formúlan. Já. Er það áhyggjuefni fyrir Sjálfstæðisflokkinn að það sé engin svona augljós arftaki í rauninni í þetta oddvitasæti? Það var náttúrulega oft svoleiðis og spurning hvort það sé gott eða slæmt. Hafið þið áhyggjur af þessu? Er þátttakan að minnka? Nei, ég hef engar áhyggjur. Þetta er bara, við fáum bara lýðræði til að ákveða þetta fyrir okkur og það er mjög oft verið þannig að menn hafi ekki séð fyrir inn í prófkjörið komið eða eftir það hver verður leiðtogi og menn hafi oft ekki séð það fyrir og við höfum bara oft fengið mjög fína leiðtoga út úr þannig vali. Skulum samt ekki gleyma því að því að ég held að Sjálfstæðisflokkurinn er haldinn svona einhverju fortíðarþrá eftir nýjum Davíð Oddssyni. Skulum ekki gleyma því að pólitík snýst alltaf fyrst og fremst samstarf. Þannig að við þurfum margt gott fólk til þess að skipa listana og svo ef við ætlum að fjölga borgarfulltrúum þá þurfum við náttúrulega tvöfalda þá lista sem að þegar er. Þannig að við þurfum að kalla til okkur gott fólk sem að brennu fyrir borgarmálum og þjónustu fyrir borgarbúa og skipa listan af samheldnum hópi sem hefur einhverja framtíðarsýn og stefnu. Og ég held að það sé alveg lykilatriði fyrir allt stjórnmálastarf að það er ekki bara einhver einn sem dregur vagnin, heldur eru við samheldin hópur sem að talar út af við stefnu flokksins. Já, ég tek undir þetta. Ég er bara hvet flesta sem til að gefa kost á sér. Hins vegar finnst mér það alveg arfaslæm hugmynd að vera að fjölga borgarfulltrúum eins og vinstri flokkarnir hafa beitt sig fyrir. Það er bara í lögum. Hefur verið 15. Já, það voru samfylkingamenn og vinstri grænir á þingi sem beittu sér fyrir þessari lagabreytingu og mér var sagt að það hefur verið mikill þrýstingur frá borgarfulltrúum vinstri flokkana. Þannig að við sjáum að þetta er svona eitthvað ólukkans mál, en ég held að eigi að vera bara þjóðþrifamál að snúi sér tilbaka. Við Sjálfstæðismenn höfum flutt hverja tillöguna á fætur annarri borgarstjórn. þar sem við tillögum að skora á Alþingi að afturkalla þessa nauðung að þurfa að fjölga kjörnum fulltrúum í Reykjavík 53%. En hins vegar vinstriflokkarnir, Samfylking og Vinstri græn, þau hafa jafnóðum bara sagt þessar tillögur okkar. Þannig það er alveg greinlegt að þau vilja fjölga borgarfulltrúum. Það er svolítið sérstakt að heyra þetta. Það er náttúrulega þegar sveitarstjórnarlögin voru samþykkt á Alþingi fyrir nokkrum árum síðan, þá var eining það á Alþingi að allir flokkar greiddu atkvæði með þessari fjölgun úr 15 í 23. Það er ekki satt. Og síðan... Það var kosið sérstaklega þetta ákvæði. Sjálfstæðismenn greiddu atkvæði á móti því, en vinstriflokkarnir greiddu atkvæði með því. En þeir samþykktu heildarlögin. Þeir lögin voru síðan samþykkt af öllum flokkum með þessu ákvæði. En það var kosið þetta ákvæði. Sjálfstæðisflokkurinn var á móti fjölguninni í Reykjavík. Þetta var bara eina ákvæði sem snerði fjölgun borgarfulltrúa í Reykjavík ekki. Vinstriflokkarnir vildu fjölgun, Sjálfstæðisflokkurinn var á móti fjölgun og er ennþá á móti þessari fjölgun. En samþykktu heildarlögin. En núna hefur verið, það er ekki meirihluti á þingi fyrir að breyta þessu. Það þarf að breyta þessu á Alþingi til þess að þetta gangi tilbaka og verði aftur 15. Og í raunin eru 19 borgarfulltrúar í dag fungerandi því að fyrstu varaborgarfulltrúar eru líka. Þeir hafa alltaf verið mjög virkir. Þeir hafa alltaf verið mjög virkir, þannig að þetta þarf ekki eins og að kosta. En það sem ég ætla að segja, það er ekki eins og meirihluti á þingi, þetta hefur sofnað hvað eftir annað á Alþingi. Þannig að ég held að það sé ekkert að fara að breytast, það þarf alveg bara að koma nýtt Alþingi til þess að breyta þessu. Þannig að ég held að við séum að horfa upp á þessa fjölgun upp í 23 og það þarf bara að vinna út frá því að það verði ekki til þess að stækka báknið eða gera það dýrara. Það er velgerlegt. Og það er alveg hægt. Ég ætla að fara aðeins inn í þessi... Það hafa verið alveg 5-6 stjórnsýslubreytingar í Reykjavík á síðustu 10 árum og í hvert sinn hefur verið sagt að það er ekki að stækka báknið, en báknið heldur samt að fara að stækka. En það hefur verið 15 borgarfulltrúar í Reykjavík frá árinu 1908 þegar þegar borgarbúar voru 8.000 og síðan hafa alltaf verið 15 borgarfulltrúar og ég held að þetta sé, ef við viljum aukin lýðræði og við viljum meiri fjölbreytileika í borgarstjórn þá sé þetta ákveðið tækifæri en þetta er ekki vinsælt og verður ekki vinsælt vegna þess að fólk er hrætt við kostnaðinn en það verður einhvern veginn að reyna að treysta því að það verði ekki. Mér langar að fara aðeins inn í málefnin og það er svona ekta haustmál. Það eru leikskólarnir sem eru að fara á stað núna og Líf, það vantar ennþá eitthvað í kringum 100 starfsmenn á leikskóla borgarinnar og það veldur því að einhverjir þeirra
geta hreinlega ekki opnað allavega ákveðna deildir eða er að loka fyrir eitthvað slíkt. Og fleira. Þetta er vandamál sem var líka vandamál í fyrra og það hefur rauninni bara versnað. Ég veit þið eruð að vinna í þessu, en sko hvað er hægt að gera til þess að komast hjá því að þetta verði svona árlegt vandamál? Það er búið að lækka leikskólagjöldin sem væntanlega gerir það. Það hefur ekkert með þetta að gera. Þetta hefur hvorki með fjármagn eða einhverja pólitíska stefnu að gera. Við erum að horfa fram á atvinnuleysi sem er upp á 1% núna. Og það er alltaf þannig að hið opinbera á mjög erfitt með það að keppa við einkageirann. Laun leikskólakennara og sérstaklega byrjunarlaun hafa hækkað mjög mikið og frá 2011 þá hafa laun leikskólakennara hækkað 80% og á sama tíma hefur kaupmáttaraukning verið 50%. Þannig að þetta snýst kannski ekki launin, þetta snýst kannski fyrst og fremst það að við þurfum náttúrulega að laða til okkar fólk sem ekki til staðar, sem annar staðar á vinnumarkaði og sækir þá frekar í önnur störf. Og það þetta bara viðfangsefni sem við þurfum að glíma við. Þetta tengist líka því að það mjög mikið krafa í samfélaginu að við grípum börnin eftir að fæðingarorlofi lýkur. Og það höfum við verið að gera hægt og rólega. Við erum búin að opna ungbarnadeildir, okkur vantar starfsfólk á þær og það er alltaf þannig að ungum börnum fylgir fleira starfsfólk. Þannig að við erum í rauninni að fjölga starfsfólki á leikskólum og það þarf að stíga þessi skref, ég held að það sé mikilvægt, en þetta tengist ekkert fjármagni vegna þess að við höfum aukið fjárframlög til leikskólana, til grunnskólana og frístundaheimilina. Þetta er eitthvað annað, þetta er atvinnuástand sem við þurfum einhvern veginn að glíma við. Ég held við þurfum að taka höndum saman, ríki og sveitafélög og líka bara sem samfélag. Við þurfum að gera störfin eftirsóknarverð, við höfum gert það, við erum með margvíslega við erum með samgöngustyrki, við erum með heilsuræktarkort, starfsfólki okkar fær frítt í sund, leikskóla menntað starfsfólk fær forgang fyrir börnin sín, afslátt af gjöldunum og fleira því tengdu. Þannig að það er ýmislegt sem við erum að gera. Nú ætlum við að setja af stað viðbragðshóp sem á að skila niðurstöðum og í góðu samstarfi við leikskólakennara og stjóra sem á að skila niðurstöðum fyrir lok september. Þannig að ég ber fulla von til þess að koma eitthvað út úr því. En eins og ég segi, þetta snýst ekki fjármagn. Vandi leikskólana, hann var löngu kominn áður en að við Vinstri græn fórum að tala það að lækka leikskólagjöldin og ég held að það þurfi að setja þetta í eitthvað samhengi vegna þess að við viljum að álögur á barnafólk séu lágar og við erum lægst fyrir utan Seltjarnarnes, þá erum við lægst og þá þarf að taka tillit til systkina afslátt að þvert á, þannig að við erum að gera ofboðslega mikið fyrir barnafólk. En þetta manneklu ástand er auðvitað áhyggjuefni, ég hef áhyggjur af því, ég hef líka áhyggjur af því að fólk yfir höfuð, þegar það kemur einhver hagsveifla, að fólk sæki ekki í umönnunarstörf yfir höfuð, ekki hjúkrun, ekki löggæslu, ekki að vinna með ungum börnum, ekki grunnskólan, ekki frístundaheimilin og þarna þurfum við bara að taka höndum saman og segja, býtu, af hverju erum við svona líka sem samfélag? Guðmundur? Það bara þú segir að launin hafi hækkað en er það sem ekki alveg gild spurning, það er ekki bara hækkað þau meira? Já. Það hlýtur náttúrulega alltaf að vera, þú segir að gera sér störf eftirsóknarverð, vissulega þegar fólk sækir vinnu þá vill að fá starf sem við hæfi, sem veit að getur sinnt og notið og dafnað í, en hin hliðin er síðan alltaf hvað fæ ég borgað. Við erum með lög í landinu sem að segja að 2/3 starfsmanna á leikskólum eigi að vera leikskólakennarar, sem sagt fagmennta starfsfólk og laun leikskólakennara mega vissulega hækka meira og laun grunnskólakennara mega vissulega hækka meira. Og þetta er bara viðfangsefni okkar í stjórnmálum. Og það sem við þurfum hins vegar að huga, það eru þessar láglaunastéttir sem að sannarlega starfa í leikskólum og þá er ég að tala eflingastarfsfólkið. Þar megum við gera betur. Nú þegar þá fá þau, sem sagt, leikskólakennarar til dæmis matast frítt með börnunum og eflingastarfsfólki við brugðum á þá ráð að borga svo kallar neysluhlé. Þannig að við borgum eflingastarfsfólkinu til þess að bæta eitthvað laun þeirra fyrir að sitja og borða með börnunum. En við megum vissulega gera betur bara yfir höfuð í samfélaginu. Hvað varðar láglaunastéttir? Hvað varðar verkafólk? Vegna þess að við erum öll hluti af þessu samfélagi og við eigum að fá vel greitt fyrir okkar störf. Má ég aðeins segja, ég skil ekki af hverju það er ekki rætt og gert að lækka aftur eða fækka þeim árum sem að þarf að taka til þess að læra til leikskólakennara og kennara. Það er ríkið. Það var
5 ár og nú það 5 ár sem sagt og það þarf að lækka henni í 3 ár aftur til þess að gera það eftirsóknarvert að læra til leikskólakennara og kennara og síðan geti fólk bætt við sig til þess að sérmennta sig á ákveðnum sviðum og þetta eitthvað sem að allir í samfélaginu að tala en enginn einhvern veginn þorir að gera. Þetta það fyrsta. Síðan oft verið að tala þetta atvinnuleysi, að nú bara 1% atvinnuleysi. 1% atvinnuleysi þýðir það, ég var að skoða tölur hjá Vinnumálastofnun núna bara í síðustu viku og þá tæplega 4.000 manns á skrá Vinnumálastofnunar. Það 1.000 manns á aldrinum 16 til 30 ára sem á atvinnuleysi núna í síðustu tölum. Þar veru yfir 600 sem bara með grunnskólapróf. Þetta ekkert fáir. Það fullt af fólki út í samfélaginu sem að þyrfti mitt að komast í vinnu, sem við þyrftum að mennta miklu betur, sem bara með grunnskólapróf, ungt fólk sem á enga framtíð fyrir sér, ef við bjóðum því ekki einhver tækifæri. Þetta fólki sem við höfum bara að sækja með handafli og fá inn í þessi störf og hjálpa þeim til þess að mennta sig. Og því að það fullt af störfum og það líka ennþá fullt af fólki sem ekki að fá því tækifæri sem við þurfum að fá. Kjartan? Já, það ýmislegt að gera til þess að laða fólk til starfa hjá okkur. Aðalatriðið hlýtur náttúrulega bara það að leggja áherslu á grunnþjónustuna og þar eru leikskólamálin eitt helsta atriðið. En ég vil bara benda á það, en svo engin Líf minnist auðvitað ekki að það sko, hún talar launahækkun og það alveg rétt að laun leikskólakennara hafa hækkað, þannig starfsmanna leikskóla. En það hafa bara þetta tímabil sem hún nefnir frá 2010, það hafa bara öll laun í þjóðfélaginu. Flest öll laun hækkar gífurlega mikið, þannig að það verður að tala það í þeim samanburði. Og þetta ekkert há laun miðað við aðra stéttir í þjóðfélaginu sem hafa hækkað mjög mikið. Hins vegar hefur meirihluti sem hefur ráðið hérna síðustu ár, þessi meirihluti, vinstri meirihluti undan honum. Hann hefur hagað sér mjög klaufalega gagnvart leikskólakennurum og sem starfsmennu þar, það til að tala um neysluhlé. Neysluhlé leikskólakennara var afnumið. Það margir upplifðu bara sem spark í sig að fá ekki þetta neysluhlé borgað á meðan þeir mötuðust með börnunum. Sameiningar leikskóla á síðasta kjörtímabili, það var alveg einstaklega klaufalega staðið að þeim og það þar var starfsmönnum sagt upp og það hleypti illu blóði í marga leikskólakennara og það hleypti líka illu blóði í þetta starfsfólk í leikskólanum núna þegar það er verið að lækka leikskólagjöld 200 milljónir. Það enginn að biðja það og heldur nú kemur til manns fólk og segir það má tækja til þess að gera betur við fólki í leikskólanum, til þess að efla starfsaðstæður, margt af þessu húsnæði bara liggur undir skemmdum, að því viðhaldið hefur verið illa sinnt. Fólk vil miklu frekar sjá að þessi peningar hefur verið kyrrir í kerfinu og verið notaðir til þess að bæta leikskólan og bæta kjörin, til dæmis þannig að leikskólakennarar fengu að fá neysluhlé. Með slíkum aðgerðum væri hægt að laða fólk í skólan og ég alveg viss það að menn væri ekki að fara í þessa lækkun leikskólagjalda núna. Þá hefði okkur gengið að minnsta kosti eitthvað betur í haust að manna skólana. Þetta þetta útisnúningu hjá Kjartani vegna þess að við höfum stór aukið framlög til skólamála í Reykjavík á þessu kjörtímabili og skulum heldur ekki gleyma því hvaða stjórnmálaflokkar komu á leikskólum í þeirri mynd sem þeir eru í dag og eru að halda þeirri góðu þróun áfram og núna í ár þá erum við að gera mikið betur heldur en það var fyrir hrun. Við erum að gera fjárframlögin til málaflokksins núna í ár verða mun hærri en þau voru fyrir hrun og því skal líka haldið til haga að við þurfum að hugsa þetta í einhverju samhengi. Hvernig til dæmis menntun pedagógisk starfsfólks? Við erum með girðingar nú þegar. Það eru girðingar á milli leikskóla, það eru girðingar á milli grunnskóla og frístundaheimilisins og kannski einhvern veginn hægt að leysa þetta með hvernig við hugsum kennaramenntun til framtíðar og frístundafræðinga þannig að við séum einhvern veginn að létta þessar girðingar og taka þær í burtu á milli skólastiga. Þá fáum við líka samfellu skólastiga og þá getum við gert störfin kannski eftirsóknarverðari þannig að þú sért í rauninni að vinna með fólki á öllum aldri á öllum stigum skólastigsins. Mig langar að aðeins að skipta gír. Ég veit að við munum koma töluvert meira inn á borgarmálin áður en að fólk fer og kýs ykkur eða aðra. Mig langar að ræða aðeins frétt sem kom fram í vikunni og það var sala á öllum helstu miðlum pressunar. Björn Ingi Hrafnsson og aðrir seldu Sigurði G. Guðjónssyni eða félagi Sigurðar alla helstu miðlana
Þórður Snær Júlíusson, ritstjóri Kjarnans, skrifaði áhugaverðan leiðara þetta mál þar sem hann sagði að vondu kallirnir sigruðu alltaf á Íslandi. Guðmundur Rúnar, þú hefur starfað töluvert í útgáfu og í fjölmiðlum. Þekki þetta svolítið, jú. Já, hvað segir þú þetta? Kannski svona einhverjum óvörum, kannski að einhverju leyti að verja stjórnendur vefpressunnar að ég held að þeir séu ekki ótíndir glæpamenn. Það vel þekkt á Íslandi að menn eiga það til að sleppa því að borga þessi gjöld og bara fjármagna fyrirtæki sín með skattpeningum almennings. En þeir yfirleitt láta þetta fara í þrot mjög snemma áður en þessar upphæðir verða mjög háar. Bara veðja þá á það að skattrannsóknarstjóri nenni ekki að eldast við litlar upphæðir. Þeir hafa látið þetta safnast upp mjög lengi, þannig að fyrst og fremst held ég að þetta séu einstaklega vanhæfir stjórnendur sem hafa verið að reka þetta félag. Og síðan núna það eru kannski 3 hlutir sem eru óljósir, hvort að þeir hafa gert skuldirnar upp eða hvort þeir hafa hreinlega gert samning við tollstjóra að greiða vel inn á skuldina og svo eftirstöðvarnar á ákveðnum tíma. Það er ekki fullkomlega ljóst. Það er ekki ljóst hverjir eru að fjármagna þessi viðskipti. Ég hef ekki trú á því að Sigurður G. Guðjónsson hafi fundið í heimabanka frjálsra fjölmiðlunar laust fé til að grípa þetta einstaka tækifæri að kaupa fjölmiðil sem að skuldar skattinum 100 milljóna og svo er það líka spurning hvort að Björn Ingi Hrafnsson sé hættur eða hvort hann sé bara í fríi og hvort hann ekki koma aftur. Líf, vinna vondu kallarnir alltaf á Íslandi? Nú langar mig að segja náttúrulega að þið kjósið VG þá vinna góðu kallarnir, við erum góða fólkið en ég ætla ekki að gera það. Þetta er náttúrulega algjörlega ömurlegt það að heiðarlegir fjölmiðlar sem að berjast í bökkum og eru einhvern veginn að reyna gæta hlutleysis, vera með vandaðan fréttaflutning, borga alla sinn vörsluskatt og í lífeyrissjóð og ég veit ekki hvað og svo kemur bara eitthvað svona fjölmiðlaveldi og segir bara up yours í rauninni og mér finnst þetta er ósanngjarnt og þetta er ömurlegt og það er furðulegt að skattrannsóknarstjóri hafi ekki farið inn í þetta mál vegna þess að þetta varðar auðvitað bara fangelsisvist ef að það er eitthvað lögbrot hér á ferðinni og það þarf að taka harðar á þessu. Mér finnst þessi fléttaöll er algjörlega óskiljanleg, ég skil ekki hvert er verið að fara með þetta en það sem við náttúrulega þurfum að vita það er að við getum treyst fjölmiðlum. Það er náttúrulega, ef að traustið er farið hjá fjölmiðlum þá eru þeir einskis virði. Þannig að það hlýtur líka það hlýtur að þurfa að vera einhver hugsun í því hvernig hlutin eru gerðir og hvernig starfsemin sem að náttúrulega skilja sér þá aftur í trausti. Þannig að þetta er stórfurðulegt mál. Kannski bara rétt að fá að bæta því við, þetta er líka mjög vont fyrir fjölmiðla sem eru í eigu þessa vefpressuveldis. Þarna eru góðir blaðamenn, þarna eru góðir fjölmiðlar og kannski það besta sem getur komið fyrir þá fjölmiðla er að þeir losni úr þessum skuldahala og fái þá nýja eigendur sem geta reynt að byggja þá upp og hafa áhuga og fjárhagslegt bolmagn til að gera betur en verður að gera í dag. Það er hlið sem má ekki gleyma heldur. En þetta er náttúrulega þessar skuldir þessar greiðslur sem að þeir höfðu vanrækt að greiða eru náttúrulega meðlagsgreiðslur starfsmanna, lífeyrissjóðsgreiðslur starfsmanna og eitthvað hefur nú verið talað um það að það hafi einmitt orðið eftir. Það er ekki partur af því sem að færðist yfir í þetta félag sem að Sigurður ræður yfir, þannig að líklegast fer það í þrot og þar með lífeyrisgreiðslurnar. Björk, liggur það ekki helst hjá opinberum aðilum að stíga miklu fyrir inn í áður en að ástandið verður svona? Mér finnst þetta bara að vera skandall gagnvart þeim skattrannsóknarstjóra að það hafi ekki verið gengið inn í þetta fyrr og þannig að almenningur allur upplifir það að vondu kallarnir sigra, þeir fara út með þetta fé, hafa verið með þetta í sinni einkaneyslu. En það sem ég kannski sorglegast líka af öllu að það sé verið að eyða 700 milljónum í svona fjölmiðla eins og þarna eru. Þetta eru svo miklu peningar og það er bara finnst mér verið að sóa þeim í eitthvað svona drasl fyrirgefiði með engri virðingu fyrir þessum fjölmiðlum og mér finnst það bara mjög sorglegt því að það er að gera allt annað miklu betra við þessa peninga en að eyða þeim í þessa fjölmiðla og mér finnst það bara alveg hræðileg eyðsla. Kjartan? Já, ég held nú að ég er gamall blaðamaður, ég held að fjölmiðlar séu nú nauðsynlegir og ég held að ég vil hafa nú sem fjölbreytilegasta flóru og mér finnst ekki að hafa farið hjá því að þarna eru margir fjölmiðlar sem hafa starfað eftir þessari reglíf. Löng saga DFF. Já, það eru misjafnir, náttúrulega blaðamenn eru misjafnir eins og þeir eru margir en það er samt ekki farið fram hjá mér að þarna hafa margir blaðamenn starfað af miklum metnaði. Nú, hvenær skatturinn eigi að stíga inn í? Ég held að það væri nú bara einhverjar reglur það að menn gætu, það væri bara einhver ákveðin tími sem menn gætu komið sér eða vanrækt þessar greiðslur. Ég býst bara við því að það hljótið hafa verið að skoða, það hlýtur að vera einhver viðmiðun hjá skattinum
hvað menn geta gert þetta lengi, ef þeir hafa komist upp með það of lengi þarna, þá er bara tekið á því. En það náttúrulega sem stendur eftir er líka að við krefjumst þess að það sé gagnsæi hvað varðar eignarhald á fjölmiðlum yfir höfuð og að fjölmiðlar fari ekki bara á hendur fárra sem geta þá stýrt umræðinni eins og við vitum fjórðavaldið og það þarf að liggja alveg hreint fyrir hvernig því er stýrt. Þarf ekki að gefa það upp núna? Jú. En þarna er það svo sem liggur ekki fyrir hverju er að fjármagna. En núna er eitthvað flétta sem enginn skilur og þetta er ekki mjög gagnsætt. Þeir þurfa innan einhvers frests eða ekki að gefa það upp? Ég vænti þess að þetta sé fjármagna með láni og þeir þurfa ekki að gefa upp hver lánveitandinn er og þetta virðist jafnvel vera gert í því skyni að fela það og það er auðvitað vont að vita í hver eigandinn er og það er líka vont að vita ekki hvað eigandinn vill. Hver hans markmið eru, hvort þetta séu einhverju vinir rekstraraðilana sem eru að beila það út, hvort þetta séu einhver viðskiptamaður sem vill hafa ítök eða hvort þetta er einhver sem hefur trú á þessum rekstri og vill byggja þetta upp til framtíðar. Það var líka gott að vita það. Eða hefur einhver pólitísk markmið. Kannski eftir þetta þú. Allir fjölmiðlar þurfa traust og væntanlega þurfa þá bara að gefa það upp fljótlega. Hafi ekki flestir fjölmiðlar gefið upp hverjir eiga það, sko? Það er allur gangur á því nefnilega. Það er allur gangur á því. Herri, við komumst ekki lengra með þetta. Takk hérlega fyrir komuna, Kjartan, Björk, Guðmundur og Líf. Og við verðum hér aftur að vörum með spori með Ingu Sæland, formann Flokks fólksins.